vil ég bjóða á svið formann ungra bænda, Steinþór Loga. Hann sem sagt bóndi á Stórholti í Dölum og ætlar að færa okkur hugleiðingu þessi mál svona inn í framtíðina, hvað hún getur mögulega borið í skauti sér. Steinþór, ertu ekki einhvers staðar? Jú, mikil ósköp. Mikil ósköp. Þetta sjá okkur. Koma þessu upp á skjáin hérna. Rætt. Sko. Það ekki? Glæsilegt. Gjörðu svo vel. Takk fyrir það. Já, ég heiti Steinþór Logi Árnason eins og þú kynntir mig inn og formaður Samtaka ungra bænda og einnig meðlimur í stjórn Bændasamtaka Íslands. Og það bara gaman að fá að enda þetta góða málþing hérna orkuskipti í landbúnaði og reyna að ramma þetta aðeins inn frá sjónarhorni bænda, fólksins á gólfinu, þeirra sem á endanum taka þær ákvarðanir til að það sem hefur rætt hér raungerist í okkar landbúnaði. Aðeins að titli erindis, Bæjarlækur og Beljuprump, kannski tilraun til að kveikja fólki og hvetja til að endast út þingið, sem sýnist hafa bara tekist þokkalega því að margir að hlusta og ánægjulegt að sjá það. En ég ætla nú rétt að biðja ykkur að lesa ekki ómikið í þetta og fara að rugla saman rópi, nautgripa, prumpi eða mykju. En ég skiljið hvað ég vísa í með þessu. Það þessa mögnuðu lofttegund sem hefur verið fjallað svolítið hérna, sem metan. Tækifærin í framleiðslu og nýtingu þess með aukinni sjálfbærni í landbúnaði. Langar nú bara rétt að byrja að þakka, þótt að ég þakki öllum fyrirlesurum hér fyrir í dag og langar að þakka sérstaklega Gesti Péturssyni, forstjóra umhverfis- og orkustofnunar fyrir hvatninguna til bænda hér í opnunarerindinu. Eftir því tekið og bændur fagna áhuga og slagkrafti þeirra stofnunar í góðum verkefnum þá landbúnaðarins. En aðeins orkuöflun, af því að það hefur verið minnst á það, þetta sé svolítið tveggja hliða peningur. Það orkunotkun í landbúnaði og svo möguleikar landbúnaðarins til að framleiða sína eigin orku. Nota á búum sínum eins og hefur verið stór þáttur í aukinni sjálfbærni atvinnugreinarinnar og framleiðslan á eigin orku leiðir til öruggari framleiðsluferla sem nokkuð mikilvægt í, við skulum segja, þegar ófriður í heiminum eykst og eldsneytisverð rokkar og aðfangakeðjur eru stópular. Eigin framleiðsla á orku á búum minnkar líka álagið á dreifikerfi raforku sem líka stór áskorun og flöskuháls í orkuskiptum í stóra samhenginu og áskorun sem við stöndum fyrir sem samfélag. En mig langar að líta aðeins yfir hvað við sjáum í dag á þessum vettvangi og þar má nefna Terraforming Life sem að bændasamtökin Orkidea, því að hún nú að halda þennan fund að langar mig að nefna þau sérstaklega sem verkefnaaðila ásamt landeldisfyrirtækjum hér á Íslandi. En þetta einmitt lífgasverkefni sem að snýra nýtingu á lífrænum úrgangi úr landeldi og landbúnaði með það markmið að úr verði lífgas og nothæfur lífrænn áburður til notkunar í landbúnaði. Hérna mikil tækifæri. Landeldi á Íslandi að aukast mikið og vera að fjárfesta mikið og byggja upp stóra framleiðslu og þar með það líka augljóst úrlausnarefni fyrir þessi fyrirtæki af því að við vitum að úrgangur hverfur ekki að sjálfu sér og að gera að koma honum í vinnu við að framleiða aðrar vörur eða mat í þessu tilfelli. En þetta svo sem kannski ekki nýtt á nálinni. Hérna grein úr Bændablaðinu árið 2003 þegar íslenskir bændur voru að skoða svona lífgasverkefni í Danmörku og þessu kynntist ég aðeins. Ég fór, þegar ég var í búfræði sjálfur, fór ég í verknám út til Danmerkur og þar var ég á kúabúi þar sem að kom með mitt tankbíll í hverri viku og tæmdi úr haughúsinu og fór þá með í svona miðlæga verksmiðju þar sem að úr varð metan og síðan enn betri lífrænn áburður en mikið hann var fyrir. En verksmiðjan hélt þá eftir metaninu en skilaði aftur á þá skilgreinda staði lífrænn áburðinn. Fékk bara góssið aðeins lánað. En þarna kemur einmitt þröskuldur slíkra verkefna
hér á landi og eins og þau hafa kynnst í Terraforming Live að það eru vegalengdir og flutningskostnaður. Fyrir utan það að vegakerfi okkar er kannski ekki að biðja meiri þungaflutninga með mikið hægri vinstri en því ljósi hefur einmitt líka verið horft til minni eininga á búunum sjálfum líkt og kynnt er fyrir erindum. Þannig að það er áhugaverður kostur. Síðan aðeins að bæjarlæknum sem við auðvitað þekkjum, smávirkjanir bænda er kannski lengri saga en rafmagnsvæðing landsins í heild og á þeim vettvangi eru mörg tækifæri enn ónýtt eins og hefur verið mikið skrifað gerðar skýrslur og kortlagning á möguleikum þar Ég ætla svo sem ekki dýpra í þá sálma hér í þessu erindi en bara vísa í þessa orku uppsprettur sem eru hjá bændum af því að eins og Beyoncé sagði í ljóði sínu, this ain't Texas, við erum ekki með olíuborholur, en þetta eru okkar olíuborholur hér á Íslandi. En aðeins áfram, orkulausnir hafa verið í verkefnum með nokkrum bændum í Skagafirði, Eyjafirði og Héraði, þar sem að vera að koma sólarsölum á þök bygginga, sem eru auðvitað mikið flatamál á Íslandi þegar við hugsum öll útihús hérlendis. Og þetta að nýtast þessum bændum vel, þótt þetta sé, var nú aðeins verið að koma þessu upp á síðasta ári, mesta lagi fyrir 2 árum, en virðist reynast vel og er bara spennandi tækifæri. En orkuskiptin, hverju stefnum við að því að skipta út? Það eru auðvitað eins og við komið inn á hérna fyrst og fremst dráttarvélar, þar sem að olíunotkun í landbúnaði liggur. Fyrir utan kannski rúlluplast sem er olía í öðru formi, en hérna ekki meira það hér. En fyrir utan dráttarvélar þá eru auðvitað þessi flutningur á vörum og þá jafnvel sláturdýrum sem að við sjáum. En það fellur auðvitað með orkuskiptum í samgöngum og flutningum. En við kannski sjáum það, við látum ekki dýr á leið til slátrunar bíða eftir hleðslu í staðaskála eða hvar það er. En fyrir utan dráttarvélar má segja að flest annað sé knúið af raforku og því kannski ekki stefnt að sérstökum orkuskiptum þar, enda er öll okkar raforka græn orka, en orkusparnaður er eitthvað sem er mjög í öndugi haft. Og mig langar í þessu samhengi að nefna að við erum alveg dauðöfunduð af því á Íslandi þegar að norrænir kollegar okkar koma til Íslands og þá finnst þeim aðdánavert að sjá gróðurhús á Íslandi og hvernig orkan leikur allt kring og þykir þetta svona eitt af okkar aðalsmerkjum, hvernig orkan er uppspretta okkar og hvernig við notum hana í landbúnaði. En önnur orkunotkun eins og Sigríður svo sem fór ágætlega yfir í sínu erindi, það einmitt kælar fyrir mjólk og grænmeti og fleiri vörur, loftræsting í gripahúsum, lýsing í gróðurhúsum, gripahúsum líka, hitun á vatni og þar fram eftir götum. Og þar auðvitað verið að horfa á orkuspennandi lausnir og þarna koma líka inn þessar smávirkjanir, birtuorkusellur, jafnvel vindrellur til þess að lækka rafmagnsreikninginn hjá bændum, eins og hjá svo mörgum öðrum hækkar nokkuð ört. En áskoranir í þessum orkuskiptum, eins og hefur verið komið inn á, þá veðurfarið, það gefur okkur stutta glugga, þannig að það þarf að vinna mörg verkefni hratt og veðurfar gefur lítið svigrúm. Þess vegna væru til dæmis rafmagnsdráttarvélar ekki mjög hentugar, að minnsta kosti eins og staðan í dag, en metan hentar betur enda fljótt verið að fylla á tankinn þegar vélarnar þurfa að vinna jafnvel sólarhringum saman. Síðan komum við svolítið að ferðbúa. Dráttarvélar eru á mörgum búum eina stærstu lausafjárfestingunum og misjafnar aðstæður til þess. Við erum með vélakost á Íslandi í dag og orkuskipti í þessu eins og að koma inn með metan dráttarvélar, þá þarf við að skipta út allir í dráttarvélinni og þá skipta út flotanum sem að gerist auðvitað ekki á einni nóttu, ekki frekar en bílakostur Íslendinga eða eitthvað annað. Þannig að gerum okkur raunhæfar væntingar hversu hratt hlutirnir munu gerast í því samhengi. Síðan það líka það að vélarnar þurfa að nýtast í fjölbreytt verkefni yfir allt árið. Það eru kannski þessi álagsverkefni, heyskapur, jarðvinnsla og slíkt, en síðan einmitt og sérstaklega á minni búum að þá þurfa sömu tæki að afgreiða léttari vinnu.
Og eins og í öllum öðrum atvinnugeirum að þá eru fjárfestingar stór biti fyrir hvern rekstur og kostnaðurinn og ávinningur þarf að vera ljós. En aðeins af því sem að við sjáum nú samt, það er einmitt svona minni tæki. Við sjáum rafmagnslífléttinga vera að koma inn hjá bændum. Þetta er þó nokkuð notað og skotgúmmílyftarar sömuleiðis. Og þetta er þá svona notað meira við gjafir, léttari snjómokstur eða svona. Snafs og snöfl eins og einhver myndi kalla. Þannig að vissulega erum við farin að sjá eitthvað gerast í þessu og sérstaklega á stærri búum, þar sem að er svigrúm fyrir fjölbreyttari og kannski svona sérsniðri tækjakost. En af orkuskiptum sjálfum, bændur hafa sett sér markmið í loftslagsvegvísi bænda. Hann var samþykktur á búnaðarþingi í fyrra. Í þessum vegvísi er einblínt á losun gróðurhúsalofttegunda á hverja framleidda einingu matvæla. Og það er svolítið atriði því að með þeim hætti er aðeins hægt að mæla í rauninni raunverulegan árangur í samdrætti. Af því að við viljum ekki kalla samdrátt í framleiðslu á matvælum sem árangur. Það er fyrir séð að með auknum mannfjölda þarf að framleiða meiri mat og þá er kannski heildarlosun ekki mælikvarðinn sem að segir okkur hvort við séum að ná árangri eða ekki. Og þess vegna er þetta sett svona upp og sett svona fram og samþykkt af bændum að við ætlum að stefna því að draga saman losun gróðurhúsalofttegunda og þá er ég búinn að taka hérna út sérstaklega búela hlutan 19% fyrir árið 2030 og 46% fyrir árið 2055. Og til þess að þessi samdráttur náist er meðal annars einblínt á til dæmis að tæki og vélar sem að verktakar og búnaðarfélög gætu fjárfest í með auknum slagkrafti samanborið við stærri bú og ná þannig meiri árlegri notkun. Þannig að afköst aukast og oft hægt að fá hentugri og betri búnað með aukinni fjárfestingagetu. Í þessu samhengi getur hið opinbera komið að borðinu með fjárfestingastyrki eins og við höfum nú þegar séð á þessu sviði og öðrum í landbúnaði sem snúa að orkusparandi fjárfestingum. Svo uppbyggingu LED-lýsingar í gróðurhúsum og tækjum sem að bæta nýtingu áburði og næringarefni. Það er auðvitað komið inn á margt annað í þessum loftslagsvegvísi bænda og ef þið viljið kynna ykkur hann betur þá er hann mjög aðgengilegur inn á bondi.is heimasíðu bændasamtakanna. En mig langar aðeins að setja þessi orkuskipti í landbúnaði í samhengi við tækniþróun. Þetta var kannski eins og við öflugum heyforða hér. En í dag erum við farin að slá grasið svona. Þó nokkuð mikil þróun á ekki lengri tíma. Hér þetta mikið meiri afköst, minni vinna, af því að kannski ef við horfum þetta á ekki alveg á svona löngu tímabili að þá er alltaf auðvitað stór þáttur í rekstri, búrekstri, það er launakostnaður og vinnuþátturinn sem er mannaflið sem var komið inn á hér áðan. Þannig að því hefur verið mætt meðal annars með þessum hætti, mun meiri afköst og keppnin við veðrið verður líka auðveldari og hægt að samnýta tæki meira og komast yfir meira svæði. Að samskapi, þetta er eins og við komum heyinu heim og hérna með hestum og þótt að það sé vissulega orka en aðeins öðruvísi orka en í dag erum við með öðruvísi tæki í því. En í þessu ljósi þá eigum við líka alveg að hugsa, við erum ekkert komin á endastað í þessu. Það er margt sem að mun koma og við erum farin að sjá kannski nasaþefinn af. Og nokkur dæmi hérna það sem að má sjá. Hérna svona, þetta er mjút. Þetta myndband nú úr Danmörku, þar sem að eru róbótar sem að reyta illgresi hérna í útbreiðslu og þeir gera þetta með mjög nákvæmum hætti. Það að vísu dísilknúin vél sem að dregur þetta áfram þarna en bara aðeins að sýna inn á það sem að er nú þegar komið og gæti spila svolítið inn í þróunina bara á næstu áratugum. En núna á að sjást hana fyrir aftan og ég ræða myndunum vitlaust. Sjáið hérna rétt í endan á þessu tæki sem er hér. En þetta er tæki frá Lely, heitir Axel.
En þetta er slátturóbot sem að var sýndur og þessar myndir eru frá 2023. En þetta er sjálfkeyrandi slátturóbot sem að fer út á túnin og slær í sig og keyrir síðan sjálfur inn á fóðurganga og matar úr sér heyinu. Þetta er fullkomlega sjálfvirkt og mjög líklega knúið af raforku. Þannig að svona þróun gætum við séð svolítið öfugt miðað við að við höfum séð stærri vélar, meiri afköst, en leið og við losnum við manninn og fáum inn meiri sjálfvirkni, að þá kannski leynast svona tækifæri að tækin geta minnkað aftur þegar við fá að vinna bara á sínum hraða og sínum tíma. Við erum að sjá drónanotkun fyrir eftirlit og líka fyrir áburðardreifingu og dreifingu varnarefna. Ég veit ekki alveg hvort það sé alvöru mynd sem ég fann hérna á Google en látum það liggja með hluta. Ég held að þessi sé tölvugerð en við erum samt farin að sjá róbota í líkingu við þetta í garðyrkju, þar sem er að tína afurðir af plöntum og sjálfvirkum hætti. Þetta er allt eitthvað sem við munum sennilega sjá í meira mæli fyrr en seinna. En af því að ég var að draga í ef þetta væri alvöru mynd hérna, þá er ég nú samt með alvöru atriði hér af dróna sem er hér á Íslandi. Þetta er úr Skagafirði, þar sem er svona frumkvöðlar á ferðinni með svona stóran dróna sem getur dreift áburði og varnarefnum, og þá er það einna helst notað í akuryrkju og þetta er stærðar dróni sem getur einmitt flutt áburðarefni þá í öðrum styrkleika en við þekkjum í dag með meiri nákvæmni. Drónar eru líka mikið notaðir og munu verða notaðir í svona nákvæmnisbúskap á að kortleggja akra og áburðarþörf og annað, og eins og var komið inn á hér áðan að þá er áburður einmitt stór orkuþáttur í landbúnaði. En einmitt að lokum að þá er landbúnaður ekkert annað en stór orkuhringrás, eins og Sigríður rammaði svo vel inn í sínu erindi. Þar kemur nákvæmnisbúskapur inn og áburður er orka, eldsneyti er orka og úr þessu verður okkar orka sem er afurðir og matur. Það var líka minnst að það að húsdýr gefa okkur mikið og þar var auðvitað verið að vísa í metanið og lífrænan áburð og hvað við getum og til hvers er að vinna í því skyni að efla sjálfbærni í landbúnaði. Af því að úr þessari hringrás, ef að vel er að verki staðið, að þá getum við jafnvel tekið meira út úr en við látum tilbaka, sem er auðvitað ansi mikil sjálfbærni. Bændur munu leiða þessa vegferð, en ég vil enda á að ræða að til að starfandi bændur ráðist í fjárfestingar í orkuskiptum lykilatriði að afkoma þeirra sé trygg. Þar kemur auðvitað inn ansi flóknari heildarmynd en þetta þing fjallar Fjárfestingar sem þessar má örva með fjárfestingarstuðningi. Það má líka segja að góðir hlutir gerast af sjálfu sér. Stöðu og góð rekstrarskilyrði gefa bændum þá vissu að það sé til einhvers að fjárfesta í framtíð landbúnaðar, og þar spilar auðvitað stórt hlutverk að bændur trúi á því að það komi önnur kynslóð bænda á eftir þeim og að þeir horfi á uppbyggingu búa sinna sem verðugt langtímaverkefni. Svolítið í stærra samhengi en aðeins á tími sem þeir sjálfir reka búin sín og yrkja jörðina sín. Eins og hefur verið svo rauninni þróun í landbúnaði er ekkert sem að hefjast og ekkert sem að enda. Þetta auðvitað eins og önnur þróun stanslaust verkefni. En orkuskipti í landbúnaði, þau munu að ég held haldast í hendur við mjög spennandi tækniþróun í landbúnaði sem að við unga fólkið sem að veljum okkur einmitt þessa atvinnugrein munum bara eiga í fullu fangi með að taka inn eins og síðustu áratugi og öldina, en það verður líka eins og sagt var í upphafi hluti af okkar velferð bændanna sjálfra. Takk fyrir mig. Kærar þakkir fyrir þetta, Steinþór. Mjög gott. Frábært erindi og ég vil nú bara þakka, þessu þá lokið, þessu stutta málþingi, vefþingi orkuskipti í landbúnaði.
Eins og ég segi, við erum ekkert að opna endilega fyrir spurningar en við beinum endilega, sko, ég held að sé áhugi til þess að ræða þetta áfram og reyna að þroska einhverja leiðir til þess að sjá, hvort það sé ekki einhverja raunhæfar leiðir. Ég meina, þetta svona, við lítum á þetta sem okkar hlutverk, bæði hjá Orkídeu og Eimei veit ég, að reyna að búa til raunhæfar leiðir fyrir samfélagið til þess að takast á þessar áskoranir, finna líka fjárhagslegu sjálfbærnina, ekki bara og þessa félagslegu, ekki bara þessa umhverfislegu, og að við höfum það sem einhvers konar drifkraft. Ég vil þakka ykkur gestum kærlega fyrir komuna og þetta var gert undir hatti þessara verkefna Reset og Value for Farm og fyrir hönd okkar sem stóðu þessu vil ég bara þakka líka fyrirlesurunum, Sigríði, Eiði og Steinþóri kærlega fyrir erindin núna í seinni hlutanum og verðum bara hygglust í bandi áfram. Kærar þakkir.